Þessi keppni kom til í framhaldi af samstarfi Coke Light og Reykjavík Fashion Festival í fyrra, þar sem við vorum með keppni innsetningu í kringum hátíðina í Listaháskóla Íslands. Og núna ákváðum við að opna keppnina og hafa svona í rauninni hleypa öllum að keppni að skila inn fullunnu dressi og sem fengi þá styrk til framleiðslu frá Coke Light. En það sem við höfum gert kannski svolítið öðruvísi en á Íslandi er að við höfum nýtt okkur íslenska hönnun, lokal, og reynt að vinna með þeim og styðja aðeins við íslenska hönnuna því hún er náttúrulega aldrei verið sterkari en áður og aldrei þurft á eins miklu stuðningi að halda. Þátttakan í keppninu var miklu betri en ég átti von á og ótrúlega flottar umsóknir og vel unnar, það var rosalega flott. Það voru 39 mann sem sóttu og margir skiluðu inn nokkrum dressum, þannig að við vorum rosalega ánægð með þátttakunni. Hönnuðirnir sendu inn rafrænt myndir af hönnunni sinni, útskýringar og við fórum yfir það. Það gekk vel að dæma, við vorum með ótrúlega mikið umsækjendum, rosalega flott, þáttakan fór fram úr öllum vonum. Við vorum mjög fljóta að sigta út hvaða aðilar voru topp 10 og þá var mikil diskussjón umræða hverjir voru bestir og svo komumst við að vorum sammála þá aðila. Og þessi 4 aðilar voru svo ólíkir, með svo ólíkar áherslur, hver á sinn hátt. Allir voru svo flottir. Við gátum ekki valið 3. Þannig að við fengum sérstakt leyfi til að hafa 4 aðila, en þeir voru allir svona uník á sinn hátt. Svo fór fram netkosning og í nokkra daga. Fyrir Trendnet að taka þátt í fatankeppninni í samstarfi við Coke Light og Reykjavík Fashion Festival var virkilega skemmtilegt og skemmtilegt ferli og náttúrulega sérstaklega af því að við fengum svo frábæra þáttöku. Það var virkilega gaman að sjá hversu margir faglærðir Íslendingar tóku þátt. Það sýnir kannski að svona keppni hefur kannski verið vandasamt og ég er náttúrulega virkilega vona að það verði árlegt því að það voru margir sem komist ekki í netkosninguna sem eiga virkilega áttu alveg séns á að vera þar. Ég sá þetta Trendnet og ákvað að taka þátt af því að ég held þetta gott tækifæri fyrir íslensku hönnuði. Það er ekki margt sem í boði. Mér finnst hönnunarkeppni eins og Coke Light alveg frábær og hjálpar ungum hönnuðum að koma sér á framfæri, þannig að ég sé ekkert nema jákvætt við þessa keppni. Mér finnst svona keppni frábærar vegna þess að þú getur farið og sótt þinn eigin draum í stað þess að bíða eftir að einhver finni þig. Ég sá Coke Light keppnina auglýsta á Trendnet og sá að þetta geti verið tækifæri til að kynna sjálfa mig og línuna mína. Hönnuðurinn sem sigrar þessa keppni, hann fær í raun að vera með sína hönnun í Hörpunni fyrir framan þar sem Reykjavík Fashion Festival er haldið og svo fær hann verðlaunafé 250.000 krónur til framleiðslu á hönnunni sinni frá Coke Light. Outfitið sem ég sendi inn er partur af útskriftarlínunni minni síðasta vor. Það byrjaði á rannsóknarvinnu og er mikið til unnið út frá mjúsu sem ég skapaði og moodboardið og efnisvalið þetta er skyrta og buxur úr silki, kápa úr stéttflaueli. Innblásturinn af efnunum var sóttur í áferðir og svo þarna fór ég út í það að reyna að skapa meira sjónræna áferð með printinu sem ég bjó til. Ég myndi ráðleggja Hildi að nýta þetta tækifæri vel. Bæði hitta blaðamenn sem eru á staðnum, hitta fólk sem tengist þessum bransa, vera mjög öflug. Þetta var rosa flott hönnun hjá henni, alveg á heimsmælikvarða myndi ég segja. Þannig að nýta tækifærið,
nota þetta á CV-ið sitt, nýta tengsl, þú veist, hún er með Coke og Trendnet, social mediuna sem skapast í kringum þetta, nýta þetta bara eins vel og hægt er.